Erik Nordin out of Evolve Academy Trondheim from Norway. I'll be fighting Håkon Arnarsson, and we're ready to go. Hi, ég heiti Håkon Örn. Ég kem frá Mosbærum og ég fucking tilbúinn í þetta moment. Það náttúrulega, ég ætti eiginlega að vera dæmdur úr leik að lýsa þessum bardaga því að ég er með mannanna, sko. Heldur betur. Og Hákon svo ánægður að vera frá Mosó. Ég veit að hann er ljón Mosbær. Já. Ég vil fá stemning í salin, smá frægur. Þetta loka upp á síðkasti hefur hann verið það, sko. Og Steindi var ógeðslega mikið að reyna að komast inn í kvöld til að geta peppað hann og það verður bara fleiri tækifæri. Takkið vel á móti. Trúi ekki öðru. Erik Vonandi kemur hann bara inn á Alexander Rybak eða eitthvað hérna fiðluspilandi normann. Já, bara góða Eurovision-stemningu. Já, bara gera eitthvað öðruvísi, að Bobby Socks eða eitthvað. Ég stiða. Norski fánandir komnir á loft. Þessi maður með yfirvaraskegg sem er ekki HT en T enga síður, sko. Já, T enga síður. Þetta er flott strákur. Var mjög hrifinn á Íslandi bara strax þegar hann nefndi hérna. Þetta er svona tildulega þungur flokkur fyrir Erik Nordin. Það var að segja þessi 66,3 kíló, sem svolítið fyndið að segja. 66,3. Já, hann varan ekki svona þungur. En það jafn hægt kannski heima í þinginu fyrir neðan, í bandavítinni. Það var engin fylgta niðurskurður, draupingar eitthvað keppir líka í jiu-jitsu af og til, en kannski meira á svona áhugamannastígi, sagði hann. Og hann er frá Þrándheimi? Hann er frá Þrándheimi. Hann sagði sjálf að hann veri með 3 sigur og 4 töp. Skjálýsingin hann sagði 3-3. Sko, löngu áður en að Íslendingar áttu Gunnar Nelson, áttu norðmenn, 2 bardamenn, John Ólaf Einemo og Joakim Hellboy Hansen sem kepptu í Pride. Já. Og voru svartbeltingar og voru geggjað. John Ólaf Einemo var heavyweight og hann sem var lightweight og bara hérna, ég horfði eitthvað á live berjast, sko, og svo dalaði þetta aðeins og kom enginn frá Noregi mjög lengi, sko, og við veitum ekki alveg hver staðan er það núna, sko. Það er eiga menn eins og Jack Hermansson í Urdu. Jack Hermansson einmitt. Og svo eiga þeir hann að crossfit-gaurinn sem var ógeðslega góður, sem var Hector Lombard. Já. Sem er ógeðslega svona, sem er smá raunveruleikastjarna, veist ekki hvað þetta var bara UFC. Ég kannast við Hector Lombard, sko. Hann vann hann sko ekki, hann vann hann í Ítalíu. Ég er að followa hann að gaur á Instagram, hann er alltaf með nýri. Ég skil þig, hérna Erik Nordin kominn inn í búrið með þessa myndalögu montu. Hann virkar á mig sem svona tölvunörd í góðu form. Já, hann er með það dæmi í gangi, sko. Maður brjáluð fagnarætti! Dumma herrar, takkið vel á móti. Hákon Örn Arnarsson. Diska hérna, sko. Sætlinur, hér kemur þetta! Mosó, eins og við kalla það pizzabæ. Það sem mánudagur er Valentine. Það sem við gerum, það sem við viljum væri. Það sem menn til að bóttin séu vinnufæri. Það er eitthvað sem ber að varast því. Það leikist höggormur í hverri karastíl. Sjónum alltaf okkur, við sjáum afgáni. Við guðum þessar áfætti og við áfgáni. Já, þú verð ekki á toppi. Það rettast og er ekki á toppi. Alltaf í landinu varafur. Ekki hvað í landinu vafastafur. Sem þú vekkar til sköldu verður smekkar. Við törnum skilji sín ekki júna verður svart þessa önn. Og við meikum ekki aðja. Bóttin bær við kennum með alíja. Mosó! Venjulega gruna þig ekki var eitthvað hópur í sundaði en allt þetta shit getur farið til landsfjöðan Það var gert mikið í það mætti sér fyrst að lokal hóru svona átt að gæja og
Ég fucking ofpeppaðist þarna, sko. Ég ofpeppaðist þarna. Ég vissi að þetta myndi gera, samt kom þetta mér óvart. Það stemmingin þetta. En fyrir að horfa á Glacier Fight Night er komin í aðalbarða kvöldsins sem The Hometown Hero, Hákon, að kempa á Erik Nordin frá Þrándheimi. Það alltaf keyra kopp hér í St. Andrews Theater og þeir sem eru að horfa þráðbeint útsending á sjónvarpi Símans, bara Guð bless ykkur, því að hér var aftur uppsett og bara meiri ennum heldur betur fylgist við átökur og lærið að vinna reglusemi borga sig alltaf. Hákon, hann smá galdramaður, hann hefur dregið róttök upp úr hattinum alveg þegar hann var undir og svona, ekki? Hann ætla að klára síðustu 2 barða með róttöki, sko. Einmitt. Og hann góður að vita hvernig allt hverju barðaðin kannski ekki að þróast honum með hag, finna lausn á því og sækja til þar. Ladies and gentlemen. Dýrka líka, þeir eru ekkert að klæða sig görðum sem voru að berjast í kvöld. Þeir eru bara mættir hérna að bera ofan og að glenna sig, sko. Já, ég myndi ekki það saman. Next. Fighting out of the blue corner, a 30-year-old mixed martial artist with 3 wins and 4 losses. He stands at 165 centimeters tall, weighing at 66.15 kilos. Fighting out of Anmold Academy, Trondheim, Norway, presenting the Mustache Man, the creative challenger, Erik the Machine Nordin! Jæja. Nú hefur hann ort konungnum drápu, eins og sagt sko. Núna! Kynjað til leiks, 21 árs gamlan töframann í rauða horninu, listamaður í blönduðum bandaíþróttunum, 3 sigrar og 2 töp. Úr Mosfellsbæ! Hann ástfanginn af sportinu fyrir 5 árum og mættur. Hann 175 cm á hæð, viktaður 66,2 kíló. Keppir fyrir Reykjavík MMA. Ég kynni sjóðandi heita skepnu sem ábyrgur fyrir 2 rótuðum mönnum. Hann maðurinn sem hefur stílinn. Hann maðurinn sem hefur dýrin. Hér Hákon the Hometown Hero Arnórsson. Takk fyrir. Sjáum við svipinn á Arnóri. Hákonni segir Mosfellsbær nú verður að standa því, sko. Ég sko, það hægt að skera demant með geirvörtuna á mig núna, sko. Það bara þannig, þetta mælist ekki á morskvaranum, þetta svo Protect yourself at all times, listen to the commands at all times. If you want to touch gloves, do it now. Það eitthvað flott Mosó-syndrom hjá ykkur strákunum. Jæja. Þetta momentið hans Hákons. Þetta momentið hans Hákons. Hann stimpla sig inn hérna. Og við erum farin á stað. Klapp, við slá saman hönskum og þetta byrjað. Ok, það bara fyrsta beina hægri hérna. Ekki væstur, maður. Hákon að klappa hann snemma. Svakaleg bein hægri, hann teygir hana svo langt, sko. Það þessi counterhögg hjá Hákonni sem slá menn alveg út af laginu. Vel gert, bara í miðinu og búrinu, halda sér þar. Ekki fara með það hefur bara sýnt sig að menn vilja ekki vera með bakið í búri. Það hefur einst þeim illa í kvöld. Heldur betur. Sjáum að Hákon alveg meðvitaður þetta. Hann ætlar að yfir hringinn. Yfirvegaður. Þarna kom hartak.
Nordin ætlar greinilega að vera sýnd en ekki gefin veiðin. En Hákon má alveg sparka eins líka, gefa honum eitthvað meira allavega áhyggjur af en hendurnar á sér. Það er rétt. Þau líður svona, hann er svo mikið rándýr að veiða antilópu, sko. Svona á að gera þetta. Tvistur! Flott upphögg. Fljótur að færa sig úr fjarlæðinni þegar hann veit að Erik Nordin er að fara að svara fyrir sig. Erik Nordin er hins vegar ekki alveg að spila þetta rétt, sko. Hann hallar sér of mikið fram. Meira Hákon, meira. Ekki setja svona miklu orku í höggin, bara mörg högg. Sparka. Nú er eitthvað að fara að gerast. Þetta sem að Hákon gerir svo vel, sko. Hann vill að draga menn svolítið inn og svara svo fyrir sig. Og það er farið að blæða á nefinu á normanninum. Kemur ekki óvart. Það er vantarlega eftir upphöggið sem við sáum á það. Nei. Erðu? Hanna má hann. Fljótur pass på. Fljótur að byggja hægir hérna, Hákon. Erðu, hann er laus. Svona tök virti ekki á Hákon lengur. 17 sekúndur eftir, klára hann bara núna, drengur. Gerðu það fyrir leirutangan. Gerðu það fyrir varmána. Við sjáum að það er Hákon lendi bara. Erik Nordin er í svo miklu vandræðum. Glæsileg fyrsta lóta. Yfirbyrðir. Standandi. Algjör yfirbyrðir. Hákon í sínu þriðja bandafóti Svíþjóðar mætti þar manni sem heitir Randi von Gula sem að dróða niður í gólfið og hélt hann þar og eftir það sagði Hákon eiginlega bara herri, hingað ekki lengra, nú mun enginn geta haldið mig niðri. Þannig að ég hef engar áhyggjur af Hákoni þegar Erik Nordin skýtur í kvellu að Hákon á ekki að losa sig og standu. Þetta er einstakur hæfileiki sem menn hafa og svona oft eitthvað sem er meðfætt eða sko, kemur ekki beint úr æfingabúrunni þegar það er ekki hægt að halda þeim niðri. Þetta er hugafar nánast, sko. Þetta er það, en í tilfellinu hans Hákon, hann er bara fljótur að læra og hann gerir allt sem að Bjarki segir við hann. Hann náði hann 3 höggum inn, sko. Ég hef tilfinningu að þetta verði síðasta lotan. Okay, bro. Vertu fyrstur. Þarna kom skrítið högg. Skrítið högg, svo standandi hammer fyrst ekkert nefn. Frá Erik Nordin. Meira svona. Flott bein hægri að því Hákonu. Nei. Klappar hún þarna aftur með vinstri klóknum. Byrja með aftari, segir þeir. Fá kraftinn í vinstra höggið. Núna. 2 minutter! Er det leiser sammen, høyre kropp? Hann er bara ekki alveg með tæmingið á hreinu, sko, Erik Nordin. Hann reynir að stökkva þetta inn í stuttan krók og hann nær honum aldrei. Hákon mætti vera aðeins auðviti að setja pressun á hann. Þetta var leiðileg. Fyrsta almennilega höggið sem Erik Nordin lendir í kvöldnáðunum. Þetta var aðeins meiri virkni frá Hákon. Já, hann mætti sparka líka. Trufla hann aðeins. Láta hann hugsa mig aðeins meira. Það kom það, aðeins að stoppa sig upp. Það brosir Erik Nordin.
Mínúta eftir kallið minn. Þetta var mjög fast. Þetta var mjög fast, ég sást ekki hvort það bara í hnén á honum eða það virðist alltaf ekki fara að flöss í lærið það sem svona að virkilega býtur á báða. Hann hikar alltaf þegar hann stígur inn. Komdu inn á powerhögginu maður. Ég get ekki lýst þessu, ég er bara farin að horfa á þessu í sófanum heima á mér, sko, ég bara er að... Hanna! Þessi vinstugópur er Money. En hann getur fundið success á fleiri stöðum, sko. Einmitt, staðin upp, easy peasy. Sko, Þetta telur, sko, þetta vill ekki Erik, sko. Svona er bara Hákon í dag, svo heldur hann mikið niður. Þessi lóta með Berifilið í Mosbæn. Og nú, kallið minn, ætlum við að klára þetta. Við ætlum að gera það fyrir Gaggo Mos. Þetta betur, þó að við sem að kalla eftir meiri virkni frá Hákoni á og til, þá er hann að lenda betur, hann er að gera meiri skaða. Og hann er algjörlega nullan út þegar hann nær honum niður. 100%. Bara Erik Nordin fær rosa lítið fyrir sinn snúð. All right, það er... Þetta er alltaf 2-0, alveg örugt. 40-0, 3 mínútur viðbót. Og nú lítur Norðmaðurinn að vilja ná honum niður snemma, ná einhverju jarðvinnslu þarna. Norðmaðurinn veit að hann þarf að klára það með rótöki, sko. Aftur þetta vandræðilega hammerfist. Já, þetta er ekki gott. Menn væru bara alltaf að gera þetta ef þetta virkaði, sko. Það var bara hérna Artem Lopov sem náði þessu aðeins til. Já, sætla minninga. Sama Erik Nordin hörfar mikið til vinstri, opnar fyrir háspark á hægri fæti. Já, eða bara víða hægri, sko. Anna, gaman sjá smáðu skrokki. Meira! Það er þessi óþarfi að leipa alveg inn í hringinn aftur, sko. Þetta var Sneaky. Sneaky tekur skrefið, hægri yfirhandar. Á kílan í hálsinn, það er best. 1 mínúta 50 sekundur eftir. Þetta er alveg main event, maður er á nálum hérna, sko. Góð hausar höfurhreyfingar. Sjá hvað hann er svo flinkur í þessu. Ekki séns að þessi krókatar inn. Hann er staðinn upp. Klær á eina. Ok, let's go! Let's go! Alvöru, djöfull er hann góður að standa upp, maður. Þetta eru bara... Það er saman fyrir með hann Erik Nordin. Nei, þetta er að fara að kirkja. Brosir við þessu. Nú styð ég spark á hægri fæðir Mats Alfons. Það er Hákon að segja. Þarna, akkurat þarna, þegar hann droppar aftari höndinni þegar hann... Ok, þú er halva mínútu, Mosellingur kæri. Ljúkum þessu á einum sofandi.
bara sett allt í þetta. Það er að nýta allar 9 mínútur sem búið eru. Og núna, meira, þetta er búinn. Oj. Þetta var rosa. Það verður að segja að það var sigur í rauða hornið. Þetta var easy sigur fyrir Mosfellsbæinn, segja glæsilegur. Ógeðslega gaman að fylgjast með Hákoni. Ég elska momentið og vildi allar 9 mínútur. Og þú ætlar kannski að henda þér hérna niður að heyri sigurvegaranum. En sannkallaður main event. Það er allir á tánum hérna. Þvílíkt main event, þið voru allir pakkinn, þið fóru alla leið, kláruðu alla sína lotu. Þvílík veisla sem við höfum verið að vitna að hérna í kvöld. Núna eru dómararnir að ráða ráðum sínum. They're taking a brief meeting to go through the scorecards, and I will be informed in a few minutes. Er tilbúinn áhorfendur, maður sjá brjálað. The judges have gone through the scorecards, and with unanimous decision from the red corner, Hákon, Yes, sir. the hometown hero, Arnórsson. Glæsilega gert. Jæja, horny motherfucker. Nei. Hákon Arnórsson, main event á fyrsta íslenska bardagakvöldinu. Hvernig er tilfinningin að fá sigurinn í kvöld? Þetta er besta tilfinning ever, þótt þessi alltaf fucking skít í mig á hann í gimminga. Það verður svo ógeðslega worth it, sko. Það var nú ekki að sjá að þú værir að skýta í þig, þú stóð svona ansið vel. Þú klappar hún svolítið oft með vinstri hendinni, vinstri krókurinn. Var það gameplani komandi inn í bardagan? Nei, ég ætla að vera betri að toucha línhendina en ég var aðeins á raukaður, þannig ég gæti ekki alveg að stimpla inn á það. Svona með við hvað þið gekk vel að standa upp, þá var ekki að sjá að það hafa verið mjög ryðgaður. En var það eitthvað í bardagaleiknum hans Erik Nordin sem kom þér á óvart? Já, fucking já maður. Þessi gæi er pingu lítill, en hann samt í alvörinni fucking höggin í honum er ekta. Þetta er örugglega fyrst skipti sem ég í alvörinni líður illa í haustum eftir fætt, sko. Bara í alvörinni, hann klappi fyrir Erik Nordin maður, holy shit. Ég skil að þið líður kannski pínu illa í hausnum, en þú er nú alveg fullur rænu. Segðu mér, hverju megum við búast við frá þér á komandi ári og bara úr íslensku bardagasunni? Ég er koma harður inn í íslensku bardagasunna, bara býpa spennt, sko. Það er náttúrulega, það eru fucking rosalegt liðin að Reykjavík maður, fucking Aron 4-0, Vitali tekur, Hekla, Ernest, fucking allir maður. Þannig í alvegni bara fylgist með, þetta er bara rétt að byrja hérna á Reykjavík maður, tjöfullin. Þetta er bara rétt að byrja, Hákon Arnórsson! Oj. Eitt í viðbúndina, svo á þessu að vera trefur. Ef ekki að klappa og verið bjarga fyrir að halda þetta fallega sjó á Íslandi, eða? Erik Nordin, congratulations on a pretty good performance. Didn't go your way. Good. Damn, the guy. First of all, the guy was a tough motherfucker, but I mean, no matter what you guys think about me or what you guys think about Håkon, this has to have been one of the best matches of the night. It must have been a wild night to see. Must have been one wild-ass last fight. We stood and banged. There was, I don't know, one of the craziest fights I've been in. And I hope you guys were happy with this for this first event in Iceland.
And yeah, I hope we really got to bring the heat on this one. You sure did. One final question. I felt that you needed a knockout coming into the third round. Did you get any good corner advice, and were you looking for that knockout? Oh yeah, but I was honestly, dude, I was looking for the knockout from round 1. I saw the guy, he was sitting down, he's biting his teeth together, and he wasn't even throwing a kick. I don't know if you guys saw it in the first round when he threw the first kick. I started smiling at him because he's like, "Come on, I thought we were boxing here, right?" But no, yeah, the game plan was to take him down in the end of the match, but he was a little too effective in coming back up. But I feel my timing on the takedown was good. Just my capacity to hold him down was a little lacking. If not, I think I could have edged out the fight. But it was a close one, and damn, it was a fun one. It was a fun one. Erik Nordin, it was a pleasure having you in Iceland. Give it up for Erik Nordin! Á ég bara að takka fyrir okkur núna og við erum áttið. Kæru vinir, röddin mín er búinn, kvöldið er búið.